þjóðarógn, ég hafði fram í valdarán, átti að taka mig bak við hús og skjóta mig og svona alls konar hlutir sem alveg fáránlegir, en það voru ráðherrar sem voru að segja þetta. Hefur heyrt einhvern þingmann meirihlutans eða einhvern ráðherra meirihlutans tala menntamál fyrir utan Guðmund Ingo og ég frábið mér bara þegar hann talar menntamál. Því að það bara pínlegt að hlusta á það. Og Moggi var þvílíka gagnrýni frá kennarasambandinu og alls konar svona einhverjum hagaðilum og hvað þessi vondir að fjalla þetta. Þetta gert með það í huga að börnin okkar fái almennilegt nám og kennslu. Og þetta þurfum við að gera og við þurfum bara að horfast í augu við það, okkur við mistekist hrapalega. Og ég ekkert taka ábyrgðina af foreldrum, þeir bera endalega ábyrgð, þeir foreldrar sem hlusta skulu bara hunskast til þess að pæla í því að þau eru að gera börnunum sínum óleik, þau eru að ræna þau þroska, þau eru að ræna þau vitsmunum, það ekkert í pípunum, ráðherra hefur engin svör, þannig að þetta mun bara versna. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki, því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér allt, að þá þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Jón Pétur Símsen, enn og aftur, kærlega velkomin. Já, takk fyrir það. Hvað segirðu gott? Ég bara mjög ferskur, var að koma frá Tenerife eftir 8 daga dvöl þar. Já. Með fjölskyldunni og það var bara dásamlegt. Það ekki? Jú. Yndislegt. Heyrðu, við þurfum að leysa á reynu áður en að förum í nokkuð annað. Já. Sko, þú ert búinn að vera að koma og segja í gríð og erga þessi andum börn og að þú sért með hugsjónir gagnvart því hvernig þetta að breyta skólakerfinu til betri vegar. Já, mitt. En svo kom bara upp úr hattinum að þú ert ekkert svo manneski sem þú segist vera út af því að fjölskylda þín á pening. Já. Þar af leiðandi ertu náttúrulega algjörlega óhæfur til þess að tala samfélagsmál og ættir rauninni bara að vera að skammast þín svolítið. Já, hef ég bara, ég að spá í að loka Facebook-reikningunum mínum og X-inu. Nei, þetta náttúrulega, þetta bara þannig að fólki gengur ágætlega í lífinu stundum og stundum ekki og afar mínir báðir voru miklu frumkvöðlar og síðan hefur við bara haldið vel á okkar málum í því, en ástríða mín hefur alltaf legið í menntamálum og bara rétt fyrir aldamót þegar ég ákvað að læra til kennara þá einhvern veginn kom ekkert annað til greina. Það var eins og allir auðjöfrar gera. Já, akkurat, en ég fekk alveg svona í kringum með þeir sem þekktu svona til aðstæðina, en aðstæðina ég var ekki var við neinn ríkidóm sem barn eða unglingur eða bara fram eftir neinum aldri, en það þetta kannski, mann geta verið bara að meta það huglægt eða það hvað að vera ríkur og hvað ekki. Ég held bara almennt að ef maður heilbrigður og á góða fjölskyldu þá eru menn ríkir og það hefur alveg margsýnt sig að hamingjan alls ekki tengd fjármunum. Við sjáum fullt af ættbálkun sem ekki neitt og þetta eru hamingjusamara fólk heldur en nokkuð tímann fólk sem býr kannski 1000 kilometra fjalla í Singapúr. Þannig að við megum ekki tengja þetta svona saman og auðvitað verður maður að eiga í sig á til að hafa ekki fjárhagsáhyggjur og líða ekki illa yfir því. En minn hugur hefur alla tíð verið í það að hjálpa svolítið þeim sem að sérstaklega standa höllum fæti og að þeir fái sömu tækifæri og aðrir. Og því það svona bara svona grunnurinn í minni pælingu er það að við lyftum öllum upp, ekki bara einhverjum einum hópi sem er þarna jaðarsettur eða þessi hópur, þessi gengur svo vel, bara öllum, lyftum öllum upp hver sem það er, hvers kyns og hvað sem er og þannig náum við árangur. Og þess vegna hef ég verið í skólamálum og það hefur gengið bara þannig að í þeim samfélagum sem ég hef verið í skóla, þar hefur þeim fækka töluvert sem standa höllustu fæti vegna þess að þeim hefur verið lyft upp af samfélaginu og hjálpað út úr kannski einhverju gildru sem eru í gildru út af því að þau bara fæðast inn í það, menn erfa á milli erfiðleika, á milli kynslóða og þessu tók ég eftir bara strax og held ég hafi bara svona ákveðlindi innbyggt í mér að langa að ná árangri með fólki
sem hefur hæfileika til þess og hafa allir einhverja hæfileika og lyfta þessum hæfileikum upp og þess vegna, var þessi grein hérna einhvern veginn að ég hafa málaður upp sem einhvers konar ég veit ekki, maður sem hafi kannski mögulega vilt á sér heimildir eitthvað slíkt fannst mér svona ekki eiga við en fólk verður bara að dæma það eins og það vill. Var þetta ekki fyrst hjá DFF? Jú, ég fylgdist ekki alveg með því ég fekk bara skilaboð frá góðum vinnum að það væri eitthvað þarna í gangi og ég skoðaði, ég var náttúrulega bara í frí út á Tenerife og það kæmir þetta ekkert óvart að vera fyrst á DFF því að það er svona fjölmiðl sem að Þeir eru búin að gufuruglaðir undanfarið. Ég er búin að vera að fylgjast með þessu og já, það er það að segja að Morgunblaðið séu allt sjallar og þeir gangi þeirra erinda en ég meina, ég get ekki séð þetta jafn áþreifanlega hjá til dæmis eins og sérstaklega vefmiðlunum hjá MBL að það sé jafn gegndarlaust og linnulaust svona stuðningu við ríkisstjórnina og náttúrulega mikið gegn stjórnarandstöðunni og ég veit ekki, kannski ekki eiga sjálfanir ekkert að vera að kvenka sér yfir þessu en ég aftur á móti til dæmis þegar að Ólafur Arnarsson sem ég vissi þetta mjög fínn gaur þegar hann er með þessi viðtöl það er ótrúlega fyndið, ég mæli með að hlusta á þetta þannig að hann er að fá mikið af ríkisstjórnar flokksmönnum ríkisstjórnarinnar bæði formenn og aðra og ef ég væri í ríkisstjórn þá myndi ég biðja hann að segja þú verður aðeins að koma með smá ágjöf og það hann er bara á fullu þið er bara snillingar bara vá hvað þið eru flott og frábær og þetta er bara svona, stjórnarandstaðan er svo heimsk og veiðigjöldin er svo frábær og þetta er bara allt sem þið eru að gera bara geggja hvernig eru allir sem eru ósammála svona ótrúlega heimskir og þetta er hann notar ekki þetta orðfæri en stemningin er ekki ýkt hjá mér. Nei, akkurat. Það sem ég vil í umræðu, ég vil fá ágengar spurningar. Ég vil geta svara fyrir það sem að ég stend fyrir. Og það reyndum við nú í þessu veiðigjaldamáli en fengum bara ekkert. Við fengum engin svör og menn gáttu ekki með neinum hætti rökstuð þetta. Hanna Katrín kom hérna í pontu og hann gasaði eitthvað út og sagði síðan að hún hafi ekki einu svona lesið þessar umsagnir og svo bara einhvern veginn eru þau mjög flinki því að koma einhverju svona sögu á stað að stjórnarandstaðan ég var alltaf í orðinu svona einhver ógn við þjóðina búin að vera að kenna þetta alltaf mörg ár, nýkomin á þing og allt í einu var ég orðin svona þjóðarógn, ég var, hafði fram í valdarán átt að taka mig bak við hús og skjóta mig og svona alls konar hlutir sem að, er alveg fáránlegir en það voru ráðherrar sem voru að segja þetta og menn voru að tala raunverulega baráttuna Ísland ef þetta er baráttuna Ísland hvað er búið að gengisfella orðræðina þegar þetta er sett út og þetta er svona að sama með þú ert að tala þessi viðtöl á DFF að þau leyfi sér hvenar þegar eitthvað í alvörun er hvaða orð ætlaðu þá að nota og þetta er einhvern veginn að þau hafa ekki komið í samtal þingmeirihlutin á þingi kom ekki og talaði við okkur þegar við vorum í pontu það var ekki kjaftur margbuðum vil ég koma og taka ræðuna fyrir mig til að svara þessu ekki kjaftur það sýnir bara hversu veika málstað þau voru að verja og það sem þau eru samt góði er að búa til einhverja sögu komin á framfæri og hamra 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 á því og þetta er bara og það er spilaðinn á tilfinningar eru svo réttlæti og sanngirni það sem verið að hafa af fólki til margra ára eitthvað sem einhverjir vondi kallar voru að gera og síðan kemur bara upp dúrnum að bara strax það fellir gengið í þessum félögum sem eru á markaði sem þegar fyrirsjáleikin er engin þessum 3 stóru útgerðarfélögum á markaði og þau eru búin að tapa meiri peningum heldur en veiðigjöldin að skila nú þegar og það er í lífeyrissjóðunum okkar allra það er enginn sem svara fyrir þetta og þetta er bara einn þáttur af ótal þáttum samþjöppun á markaði það munu flytjast fyrirtæki til og frá þau vera selt fiskur verður jafnvel minna unnin þannig að hver fiskur verður ódýrari út úr landinu heldur inn í landi heildarskattsporið er það ekki það sem skiptir öllu máli hvað fær ríkið í kassan eftir aðgerðina og fyrir aðgerðina og það er öllum líkjendum mun ríkið fá tölvört minna í kassan en það að því að þau eru flinki að koma út með söguna mála okkur upp sem einhvers konar óbermi ógn við þjóðina
sjálfstæðismenn þetta, miðflokksmenn þetta og auðvelt að mála þessa flokka einhvern veginn upp því að menn hafa komið sögunni þannig í kringum þessa flokka og kannski þú bara sammála því og við höfum ekki spilað alltaf rétt úr spilunum og ég get ekkert sagt að við höfum alltaf gert það, örugglega einhvern veginn klúðrað einhverjum málum, en við vorum að tala það að verja þjóðarhagsmuni í þessu og við erum með grunn atvinnuvegur sem sjávarauðlindin okkar og öll þessi nýsköpunarfyrirtæki, helmingurinn öllum skráðum nýsköpunarfyrirtækjum í kringum sjávarútveginn og það þar sem að fyrst brotnar þegar fjármagn þotnar þessu upp, þá draga menna sér hendurnar í þessum geirum, þau virðast halda það að sé bara að fara hann í arðvasan hjá þessum fólki og taka peningan allan þaðan. Það verður ekki stóru fyrirtæki munu alltaf bara, þau munu vera enda meiri hagræðing, þau geta sópað upp minni fyrirtækjum og þau munu enda bara stærri og ég ekki, það bara hagræðing þá, ok, en þessi mál voru bara aldrei rædd og hafa ekki ennþá verið rædd. Hlaðvarpið í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það stjarna í framrúðunni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðunni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. En þú verður að gera grein fyrir því að þetta var, þú getur alveg sagst vera hérna í forsvari fyrir alla þjóðina, en ég menna öll þjóðin var mjög sammála því að það ætti að gera þetta og nú veit ég hvort þú sé búin að gera grein fyrir því út af að vera stutt í pólitík að þú ert í flokki þar sem að mikilmennskubrjálæði umfram aðra flokka, það allt þannig að lið sem heldur að þeir séu með miklu betri hugmyndir en allir aðrir og ef að þeir eru ekki við stjórn þá einhvern fara allt í klessu, svo fer ekkert í klessu og þá allt í henni allt í lagi en þá finnið ykkur bara eitthvað nýtt mál sem að þið ætlið að hengja ykkur á og fara svo að væla þegar að eftir Íslandsmet í málþófi að þá eru þið bara, já, það er verið að taka okkur málfrelsi. Ég meina, ég er skakkreiðandi, ég nenni ekki að vera að greiða fyrir heilan mánuð fyrir 63 þingmenn til að sitja á raskatinu og tala út bláinn hitt og þetta sem hefur ekkert með þetta frumvarp að gera. Þannig að, hversu mikið eigið þið að hafa ítök inn í lýðræðisvilja, bæði hvað varðar þetta frumvarp, en líka hvað varðar það að hér var kosið, þið skitið upp á bak, sem reyndar að fara að sína sig núna í skoðanakönnunum að þið eru að fara að gera ennþá meira næst verið kosið, þið eru að grafa eitthvað eigin gröf, þið eru að grafa allt sem við kemur lýðræðislegum vilja og þið eru að grafa náttúrulega fylgi þar á meðal. Þið geta alveg verið á einhverjum landsfundi þar sem þið klappa ykkur öðrum á bakið með auðmönnum og segja að þið ætlið að redda öllum þeirra fjármunum. En ég meina ef þið fáið ekki lýðræðislegan vilja þá hafið þið ekkert erindi. Þetta var bara geggjuð spurning og frábær ræða. Það var ekki spurning, þetta var bara staðhæfingar. Þetta var fullyrðingar alveg skemmtilegar. Þú segir þegar vinstri stjórn kemst til valda ekkert gerist. Við sáum nú bara síðast þegar Jóhannes stjórnin kom. Þá fór allt í rugl. Þar vildu menn samþykkja samninga varðandi ASF sem verið stórkostlega niðurstaða svafasamningarnir sem hefur sett okkur í skuldaklafa til 30-40 ára og við erum ennþá að bíta úr nálinni með það núna að borga vexti. Þannig að þetta náttúrulega bara vinstri stjórnir hafa bara sýnt það með sögunni og ekki bara í Íslandi heldur allstaðar að það bara ganga ekki og síðan með lýðræðisviljan og þetta það sem við höfum. Málið er bara það að ég skal bara viðurkenna það áður en ég komin á þing þá vissi ég ekkert alveg hvernig það virkaði allt á þinginu, hvernig lög urðu nákvæmlega til. Jú, þingi var eitthvað íta okkur að takka og svo byrtist eitthvað þarna og maður var ekkert alveg viss um þetta. En það var bara brotið blað í sögu hvernig var unnið á þessu þingi. Ég veit ekki hvort ég ég get alveg verið að fara í það, þannig að fólk kannski átti sig á þessu. Farið í það, hvernig lýðveldinu var bjargað? Já, lýðveldinu var ekki bjargað vegna sem notaði kjarnorkuákvæði. Það er sem sagt að ráðuneytin búið til frumvörp. Þau búið til frumvörp, teikna upp og öll frumvörpin sem að ríkisstjórnin kom með, þau voru ekki Íslandsmet í hversu vanbúin og vanreifuðu voru, það var heimsmet. Þau komu svo illa unnin úr ráðuneytunum og það var bara eftir því tekið og ég veit alveg að ráðherrunum fannst þetta alveg margt stundum erfitt og það sem gerist er að ráðuneytin leggja ekki til lögin, þeir búa til frumvörp sem fara síðan til þingsins og þingið setur lögin og kýsum þetta. Það er þingið en ekki ráðuneytin og ekki ráðherrarnir. Þetta var ég bara játa það, ég er ekkert alveg góður í þessu. Þegar við komum með frumvarp sem tengist einhverju málaflokki, þá fer það inn í ákveðna nefnd í þinginu
sem tilheyrir þeim málaflokki og þar eru fulltrúar flokkana sem tala málin og fá fyrir nefndina, þetta heitir nefndir, alls konar fólk sem hefur getið bæði sett umsagnir og komið og tala við okkur og sagt hvað að, hvað gott og svo fer þetta í meðferð inn í nefndum. Þessi mál sem ráðuneytin komið með, frumvarpin, nefndirnar breyta málunum í alla tíð í þingsögunni, þá hafa þessi mál breyst töluvert mikið inn í nefndum. En núna, það er svo mikið held ég að reynslulausum og nýjum þingmönnum hjá stjórnarmeirihlutanum að málin fengu enga meðferð. Það var mjög lítið talað, þau komum bara óbreytt nokkurn veginn úr nefndinni inn í þingið, þannig að og því að í lýðræði er það ekki bara 51% ræður öll og 49% engu, heldur koma menn að með hugmyndir og til að bæta og það er tekið tillit til minnihluta og það vilja allir gera það á endanum því að allir lendi einhvern veginn í minnihluta, en tillit til minnihluta var gott sem ekkert í mjög mörgum málum. Ég ætla ekki að fara að tella þau upp hér, en voru ótal mörg. Þannig að þingleg meðferð var í algjöru skötu líki. Þessna töluðum að þingi væri bara stimpilpúðu og við heyrum það alveg. Stimpilpúðu þá meina ég það, frumvörpin koma frá ráðuneytunum, svo við bara stimpla. Bara flott, þetta er bara svona og svo keyrir þetta bara áfram óbreytt frumvörp. Við sættum okkur ekki við þetta, svo höfðum við engan stað, við vorum bara kosnir út inn í nefndunum, bara rétt upp hönd, nefndarformaðurinn stýrði því, þannig að við höfðum þá pontuna inn í Alþingi til að ræða hvað verið að hinum á þessum málum. Það var eina aðkom okkur að málunum, við höfðum enga aðkomi, það bara kom frá þeim, vitið ekki að valdaskipti, fólki þarna með þessi nýfengnum völd, vissilega voru þau með 50,4% atkvæða, en þau bara hleyptu minnihlutunum ekki að einum neinum breytingum og þetta er ekki lýðræði í svona eðlilegri virkni og þegar talaðum að við séum að tefja hitt á þetta þau réðu nákvæmlega því hvaða mál komust á dagskrá. Þau gátu stoppa mál, þau gátu sett önnur mál á dagskrá, þau réðu algjörlega hvað þau gerðu. Ég veit ekki hvort fólk skilji það, en það var samt bara þannig. Þau hefðu getað sett strandfrumvarpið, lífeyrissjóðsmálin, kílómetragjald. Þau getað sett þetta allt á dagskrá, en gerðu það ekki. Þau gerðu það ekki vegna þess að þau vildu halda okkur í pontu til að geta sagt, það var slegið Íslandsmet, við megum beita ólýðræðislegum vinnubrögðum og koma með kjarnorku ákvæði. Og ég spyr bara að hvort að það sé næst í pípunum að því að hér eru valdaskipti, hvort þau seti ekki bara 71. greinina á gosið á Reykjanesi og þau bara segi gosin og hætta þegar hér eru valdaskipti. Já, en ég vissi ekki að ég væri komið með Björn Leví í settið. Þetta er nákvæmlega, sko, ég veit ekki hversu mikið þú fylgdist með stjórnmálum að síðasta kjörtímabili, en þetta var nákvæmlega sem að minnihlutinn þá var að segja. Hann var að segja að það er ekkert hlustað á okkur, það er ekkert sem að við kemur okkar málefnum sem að fá nokkra meðferð út af því að ríkisstjórnin bara treður öllu ofan í okkur. Og þetta var alveg frægt að ég tók viðtöl við fullt af stjórnarandstöðuþingmönnum og þeir sögðu bara einfaldlega að það væri ekkert sem að þeir fengu að gert og svo kom bara Bjarni eða aðrir ráðherrar og sögðu já, ég meina þetta er allt bara svo heimskulegar hugmyndar að við nenni ekki einu svona að tala um það. Þetta var alveg líka á síðasta kjörtímabili, þannig að það að segja eins og Björn Leví á sokkalistanum að segja já, nei, það er ekkert verið að hlusta á mig, þið voru kosin út, þú voru að tala um kosningar og nefndafundum, við kusum núna í nóvember, þið voru kosin út, þið hafið ekkert erindi með það hvers konar kosningu þið fenguð í sögulega samhengi, þannig að sko ætti þið ekki miklu frekar að horfa inn á við í staðan fyrir að koma í hlaðvarpsþætti og væla yfir því að það sé enginn að hlusta á ykkur. Þú ert með plattform til að þú getur sannfært fólk ágæti þinn eigin hugsjóna, en ég meina þitt sko ágæti þinna hugsjóna hefur ekkert vægi í því samhengi að þeir voru kosin út og það er önnur ríkisstjórn. Það er eins og að þið séu ekki búin að gera ykkur grein fyrir því að hér urðu valdaskipti. Er Kristrún Frostadóttir komin andsetin? Nei, heyrðu. Ég er bara Ólafur Arnarsson. Ef hann myndi einhvern tíma að fá sjálfan að ég setti. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón,
kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Ég elska þessa spurningar sko. Málið bara það að á síðasta þingi þá voru málin unnin allt öðruvísi inn í nefndum og þeir fengu miklu meiri áhrif stjórnar minnihlutin og fullt af málum þeim að fresta til næsta þings. Þannig bara virka málin og getur bara spurt alla sem hafa einhverja þingreynslu að mál hafa ofsalega gott að því að fara á milli þinga og þroskast og gerjast því að menn fá nýja sýn eftir einhverja mánuði eða eftir einhver ár og við bara, þú veist, það er auðvilt að taka svona bara grjóthörð dæmi. Útlendingamálin voru á síðasta þingi. Menn bara frestuðu þeim, auðvitað var andstæðinnan hjá Vinstri grænum líka, ég var náttúrulega ekki á þingi þá, en það var bara frestað, það var ekki farið bara, knýjum fram atkvæðagreiðslu og það var ekki, þú veist, mann datt ekki í hug að beita 71. greininni og í mörgum málum, það fengu málin þannig meðferð að það var tekið mikið tillit til minnihlutans. Auðvitað, þú veist, já, það kom örugglega málu það sem var trampað á einhverjum. Ég ætla ekki að segja að það hefði aldrei verið þannig. En það var bara meir og minna í öllum málum í þinginu núna þannig að stjórnarandstaðan, fékk enga aðkomu. Ég þekki það bara menntamálun. Það voru mentamál þarna, inn í allsherjar- og menntamálunefnd, það sem ég mér sagði að þeir sem eru í nefndinu viðurkenndu að þeir bara fóru ansi bratt af stað, kom svona, að þau voru svo nýjir og ákafar að keyra bara áfram frumvarpið gegn frá ráðherrunum. Það er ekkert hægt að bera saman þingi núna og önnur þing. Menn hafa alltaf fengið að hafa áhrif á málin því að minnihlutinn, stjórnarandstaðan, eru fulltrúar mjög margra í landinu. Og þetta að tala að þjóðin þetta og þjóðin hitt, ég ætla ekki að segja það bara ég held ég aldrei að þykjast tala fyrir alla þjóðina. Ég tala þá bara fyrir einhverjum heildarhagsmunum sem ég held að gagnist öllum hvort sem þeir eru sammála með eða ekki. Ég ætla ekki að telja mig þess umborin að ég sé eitthvað málsvari þjóðarinnar eins og ríkisstjórnin gerir og hún gerir þetta í krafti þess, hún setja fram skoðanakönnun, svo býður hún þannig að komi meirihluti fyrir einhverju og þá fer hún í þau mál meðan hún sinnir ekki öðrum málum. Og þú veist, ég get talað svo, bara ég taka eitt dæmi sem risastórt. Það er þannig að OECD kom hingað og skoðaði efnahagsmálin hjá okkur og menntamálin. Það kemur í ljós að það stefnir allt í það til 5-10% samdrátt í framleiðni. 5-10% samdrátt. Þetta fólk heyrir þetta út af samfélaginu. 5-10% framleiðni samdrátt út af menntamálum. Svo spáir ekkert meiri það. 5% samdráttur eru 230 miljardar. 10% samdráttur eru 460 miljardar. Hefur heyrst múkk þetta frá Guðmundi Inga, okkar besta manni sem sagði að hér hefði verið fram í valdarann. Þetta er náttúrulega bara með ólíkindum. Við erum að fá fréttir þetta og svo menn að hengja sig í einhver mál að við séum vond í einhverju máli þar sem þeir eru að taka einhverja 7-8 miljardar af einhverju fólki sem þau þola ekki. Þú veist, þetta er pólitíska umræðan. Ég margoft reynt að benda á þetta. Heildarmyndin skiptir máli. Við erum að ganga gegn hagsmunum grunnskólabarna bara í þessu og ég veit ekki neitt mál sem er með hærri tölu en þetta bara í þjóðhagslegan ávinning pluss bara lífsgæðin sem er undir þarna og að það sé ekki talað þetta. Hefur heyrt einhvern þingmann meirihlutans eða einhvern ráðherra meirihlutans tala menntamál fyrir utan Guðmund Ingo og ég frábið mér bara þegar hann talar menntamál því að það er bara pínlegt að hlusta á það og þá og ég bara skora á þann mann að mæta mér í einhverjum umræðum það sem hann heldur að hann sé að reyna að segja. Ég skal hýsa það. Já, ég hér með komin áskorun og þetta að sjálfstæðarflokkurinn sé að einhver leiti sérhagsmunahópur, ég veit ekki betur en það sjálfstæðarflokkurinn verið hér í völd í óramörg áratugi og hvar eru við á listanum samkvæmt Sameinuðu þjóðanna varðandi lífsgæði? Veist þú það, Þórarinn? Já, mjög ofalega. Nei, við erum ekki mjög ofalega, við erum efst. Við erum í fyrsta sæti. Ég var bara, nákvæmlega. Þannig að þú veist, en það er að fara að rýrna núna ef við rýmum okkur í gangi í menntamálunum. Það er augljóst. Já, og hverjum það að kenna? Auðvitað ætla ég ekki að fría flokkin minn sem ég er í. Hann hefur alveg haft beint allt á litlum sjónum af menntamálum. En hvað er hann að gera núna? Hann er að beina fullu kastljósi á menntamálum.
sorry, ég er að berja henni í borðið og Þórarinn að pelta bara, ég voru brjálaðin Það er mjög margir sem að þeir eru einhver svona hjartansmál að það fyrir oftast trommusláttur í gang. En svo heyri ég þetta bara, já, Jón Pétur, hvað með þetta og þetta? Ég hef bara alla tíð staðið fyrir það að börn nái árangri, börn geti lesið, börn geti tekið þátt í lýðræðinu, börn fái aukin lífsgæði. Ég nenni ekki að hlusta á það að ég þurfa að bera einhverja syndir, einhverja annara á bakkinu. Ég er komin hingað til að breyta þessu og þegar fólk er einhvern veginn að spyrða sko sjálfstæðarflokkinn við ykkur sérhagsmunaöfl, við erum á frábærum stað, við erum búin í öruggur landi með frábæra náttúru, við erum með orkuauðlindir, auðvitað höfum við klúðrað ymsu almennt sem Íslendingar, við höfum ekki farið alltaf vel með allt og farið á hausinn og svona, en hvar erum við stödd núna með vextin og sleggjuna? Hvar eru hagræðingatillögunar á ríkisstjórninni? Er það þessi bunki sem er að borða hérna hjá þér? Er þetta hagræðingatillögunar? Þú veist, hvar er sleggjan? Út okkur koma, nú er ég ekki að gagnrýna þig, heldur fjölmiðlarnir, út okkur, þú veist, ræða þetta ekki við, forsætisráðherra. Aðal markmiðið hennar var að berja niður vexti og verðbólgu. Hvað er að gerast í samfélaginu núna? Það er að gerast nákvæmlega það sem sjálfstæðarflokkurinn sagði. Það er ekkert að gerast í þessum málum og á meðan blæðir heimilunum. Þeim blæðir og fyrirtækjanum og ekki nóg með að fyrirtækjanum blæðir vaxtarlega séð líka, þá eru það ráðast á það með sköttum. Og þegar við tökum svona skattana og ráðumst að heildar hagsmunum fyrirtæki í landinu, fyrst var það sjávarútvegurinn, næst verður það ferðaþjónustan, svo verður það orka með einhverjum hætti. Þetta er bara, þú veist, þetta er skattastjórn og þegar hún ræðst svona af stóru kökunni, þá minnkar kakan og þau eru minna til skiptana og endanum minnkar heildar skattspor sem þjóðin þarf að nota til almanna neyslu. Já, við sjáum til með það. Ég vil samt halda okkur við menntamálin, þegar mér er skaman að tala við það. Við erum örugglega tekið 5-6 stykki af þeim og ég næ ekki einu út af því að það ætti, eða forsendunar ættu að vera ópólitískar í eðli sínu út af því að við fáum stanslaust verri og verri tölur það hvernig okkur gengur í menntamálum og þú réttilega bendir á það að OECD metur það sem svo að þetta muni koma til með að hafa áhrif á hagvöxt bara fljótlega og ég var að sjá nýjar tölur frá 2000 þá hefur þetta einhvern veginn tvöfaldast á 8 ára fresti, það er að segja versnað á tvöfald á sem sagt 8 ára fresti sem er algjörlega ótrúlega vending. Já. Og hvernig við erum ekki búin að taka í handbremsuna á þessu og taka á þeim augljósu kvillum sem eru innan þess kerfis er mér með öllu óskiljanlegt. Ég næ ekki hvernig til dæmis foreldrar rísa ekki upp gagnvart því að ef þú ert að fara með barnin í skóla að þú getur gert ráð fyrir því að það verið tvöfalt verr í stakk búið til þess að takast á við lestur, reikning og skrif heldur en barn sem að útskrifast fyrir 8 árum. Það er að segja að þau börn sem er að útskrifast og þú ert að fara inn með þitt barn, þú getur gert ráð fyrir því að það verið tvöfalt verr í stakk búið til þess að takast á við þessar áskoranir. Þetta er bara staðan. Já, þetta er staðan. Og við erum einhvern veginn bara já, þetta er ekki gott en við einhvern veginn bara hummum við þetta á okkur. Já, og erum búin að vera að humma þetta á okkur undanfarin ár og ég hef miklar áhyggjur af þessu. Ég er sammálaður í því að ég hef áhyggjur af þessu í höndunum á Guðmundi sem er menntamálaráðherra og það hvernig þetta verður svona í kjölfarið til dæmis eftir 4 ár er mikið áhyggjefni því að hvert ár sem að líður þá versnar vandinn og þá verður líka erfiðar að draga þetta í land. Já. Og ég er búin að vera að segja það til dæmis að núna þegar að það var samþykkt að kennarar fengju 24% hærri laun að þá er gríðarlega mikið sóknartækifæri í því að breyta fyrirkomulaginu, setja meiri kröfur, gera meira úr því sem að komið er og gera þessa stétt að þeirri svona stétt með ákveðni reisn sem ég tel að hún gæti raunverulega verið. En það er bara sett 24% hærri laun, það er sett fríar skólamáltíðir og við gerum enga kröfur til viðbótar. Ótrúlegt. Og þetta er ekki út af því að kennarar eru lélegir, þetta er ekki út af því að við erum ekki nægilega mikið af fjármagni, þetta er ekki út af því að krakkarnir eru ömulegir, þetta er kerfið sem við verðum að vinna með. En við einhvern veginn segjum bara já, aukum launin og gerum engar viðbótarkröfur. Hvernig getur þetta staðist? Þetta stenst, ég skal reyna að fara yfir það. Það er ekkert margir sem eru svo þú sem að hafa áhyggjur af þessu. Þú ert búin að fá mig á nokkru sem hingað til að tala um þessi mál. Hefur þú séð RÚV fjallað um þetta einhverju leyti?
Ég hef séð Moggann gera það og Morgunútvarpið og Síðdegisútvarpið á Bylgjunni. Þau hafa gert það. Þetta eru þeir fjölmiðlar sem hafa tekið þetta upp. Og bara málið það að það eru svo fáir sem eru einhvern veginn almennilega inn í þessu og það tengist held ég bara, sjálfsmynd þeirra sem eru í fjölmiðlum, hvaða mál þeir taka á dagskrá. Þetta máli bara ekkert á dagskrá og hefur aldrei verið. Þetta hefur bara siglt áfram, þetta bara einhver skólar, þú kemur barninu í skólan, ef þið líður þokkalega og lendir ekki í einelti, þá bara malla skólinn áfram. Þannig bara líf, daglegt líf, foreldrar hefur nóg annað að hugsa þetta er það sami og fer með bílinn á verkstæði, þá bara ætlast til að bílinn bara komi í lagi tilbaka. Þú þarft ekki að fara að labba inn á verkstæði og tekka, heyrðu, er örugglega búið að laga þessa skrúu hér og blöndungin þarna. Fólk ætlast bara til þess. Þetta er bara kerfi sem er að fullu fjármagnað, við erum með sérfræðinga í nánast öllum stöðum og allt þetta. Ég get gert ráð fyrir því að komið sprungið dekk líka sko, og ekki laga hitt. Ef við fyrir með bílinn á verkstæði og ég þarf að láta að laga síuna, þá get ég gert ráð fyrir því að sían verði eins og sprungið dekk í kaupæti sko. Já, ertu að menna skólakerfið, já. En ef þú fer með bílinn í allsherjarskoðun, eins og menntakerfið þetta vera, allsherjarmenntun, þá bara bílinn komið tilbaka góður. Og ef það er eitthvað án og getur skilað og fengið hann aftur tilbaka í lagi. En það sem gerist bara það að öllum upplýsingum skólakerfið, taka tilbaka öllum, mjög mörgum upplýsingum skólakerfið, er haldið tilbaka og sérstaklega upplýsingum sem tengjast börnunum. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Og það þýðir það að foreldrar sem eiga börn sem gengur ekki vel í skólanum, þau vita ekkit almennilega það að þeim gengur ekki vel. Við sáum það bara þegar var gert í Breiðholtsskóla svona könnun, sett samræmt könnun. Það bara, skólinn var búin að halda ykkur allt öðru framheldur en kom út úr því. Þegar það var gert svona óvænt könnun, samt voru þau búin að undirbúa undir þessa könnun sérstaklega. Þannig að PISA-niðurstöðurnar kom ekki einu sinni niður á skóla, þannig að skólarnir viti ekki einu sinni hvort að þeim gekk vel í PISA eða ekki. Ef þú átt barn, það sem að það bara er í skólanum, því bara á endanum útskrifast á 10. bekk, svo heldur það bara áfram sína leið, menntaskólarnir lækka kröfurnar sínar, háskólarnir gera það líka, spurðu háskólakennara hvort að kröfurnar í mjög mörgum deildum hafa minnkað. Fyrir vikið eru bara gengisfulla nám, stanslaust til að börnin komist á út án þess að bara falla á prófum. Það er ekkert mat í grunnskólanum sem það komið rauðblikkandi ljós, heyrðu, í 3. bekk, þá er Jón Pétur, hann er ekki kominn svona langt, það þarf bara að stoppa og við þurfum að klára það að byggja þennan grunn sem hann þarf, heldur Jón Pétur bara áfram, mallar áfram og svo er hann bara fínn í íþróttum og bara gaman í skólanum og svo bara endar hann í því, ef hann er í 3. hvert ár endur í PISA, þá endar hann bara þarna á botninum í PISA og veit ekki svona af því að hann er þar. Ef að foreldrar vissu það að þeir eru að borga milljónir og þetta veri barnið þeirra að fengi þessa þjónustu, þá myndu foreldrar segja eitthvað. En þeir hafa bara ekki hugmynd það að barnið þeirra færi ekki þá þjónustu sem það á að fá, þá leggja þau það ekki á sig að kvarta yfir eitthvað sem þau veit ekki Og þetta er þessi upplýsinga, að halda upplýsingum að sér. Þetta er bara árátta í ráðuneytinu og árátta í Menntamálastofnun. Núna, og það er ekkert í pípunum sem að bendi til þess að það sé að lagast. Þeir eru með eitthvað matsferil núna sem byggir bara á algjörlega veikum og ónýtum grunni, hann mun ekki laga þetta. Þannig að það sé bara sagt hér, það er ekkert í pípunum, ráðherra hefur engin svör, þannig að þetta mun bara versna og þetta mun versna. Ég veit ekki hversu langt við þurfum að sökka eða hversu langt við getum sokkið vegna þess að heimilin. Það er bara þannig að börn sem alast upp í því að það er mikill bókakostur, það er lesið fyrir þau á mótnana á kvöldin þegar þau eru lítil, þau munu alltaf ná árangri hvort sem það er eldspýtustokkar að kenna þeim eða ekki Þannig að það er ákveðin svona bara lágmarksgrunnur sem við getum fallið niður, við getum ekki fallið niður en það Hvort á honum sé náð núna, ég held ekki, stelpurnar okkur eru að versna, strákarnir eru að versna aðeins, en þetta er mál, hvers vegna er ekki Kastljósi umræðu þetta? Það er umræðið alls konar kjaftaði. Þegar þú spyrð hversna þau fólk ekki ræðið fólk ekki, af því að það eru bara einstaka menn, svona einhverjir hvítir hrafnar eins og þú og svo Bylgjan og Moggin sem að fjalla þetta. Og Moggi var þvílíka gagnrýni frá kennarasambandinu og alls konar svona einhverjum hagaðilum og hvað þessi vondir að fjalla þetta.
þetta gert með það í huga að börnin okkar fái almennilegt nám og kennslu, að þegar þau séu ekki þannig að þegar þau koma út í samfélagið þá geta ekki tekið þátt í neinni umræðu að þau vita ekkert, þau vita ekki hvað sandgerð á landinu, skiptir það máli? Já, það skiptir máli í heildarsamhenginu, þú vitir eitthvað í landafræði, þú vitir eitthvað í hín og þessu, þeir vera að ræða átök fyrir botn Miðjarðarhafs, hvað þýðir botn Miðjarðarhafs, eða hafsbotninum einhvers staðar, þetta bara í alvörun svona, það eru alls konar orð og hugtök, við verðum að tala við börnun okkar og börnun okkar verða í skólanum að fá markvissa kennslu, það sem fylgst með hvaða árangriðu ná, foreldrar séu meðvitaður það, hvaða árangri barnið ná og svo geta þau farið aftur ef þau ná ekki árangrum og fyllt upp í eðutan, en ekki bara haldið áfram að byggja hús upp á okkur tannstöngulum, svo er komið 2 metrar upp í loftið, þá hrynur höfðuta húsið og hvernig þá sjálfsmynd barnsins, það upplifir sér heimst og vittlust, það fólk að tala hitt, það skilur það ekki, það bara einangrar sig, bara þælar yfir símanum, fletta bara eitt TikTok-vídeó, horfa á YouTube, þurfi ekki að taka þátt í samfélaginu, draga sig í hlé, myndast kvíði, debur, þunglindi, einmannaleiki. Þetta hangir alltaf sömu spýtunni, svo bara sterk öfl innan skólakerfisins sem þrá það að börnin séu í símanum meira og minna allan daginn, sem sendi herra tæknifyrirtækjanna, þau eru ennþá malandi inn í skólanum og þetta náttúrulega bara, og hvers vegna, finnst þér margir tala eins og ég þetta, finnst þér ekki skrítið hvað fáir skólamenn tala upp átt þetta? Jú, en það samt líka aðrar forsendur sem eru náttúrulega, ef að foreldrar eru mikið í símanum fyrir fram að börnin sín, þá ættir að sætta þau við heimskara barn. Ef þú gefur barninu þínu of snemma síma, þá ættir að sætta þau við heimskara barn. Ef að þú gefur barninu þínu spjaldtölvu eða lætur það hafa spjaldtölvu mjög snemma, þá getur gert ráð fyrir því að barnið þitt eru heimskara heldur en að hefði ellegar orðið. Og einhverju leyti þetta bara val það að þú ætlir að sætta þau við heimskara barn og barnið þitt verður heimskara eftir því sem það er meiri í símanum. Ég banna krökkunum hjá mér að vera í símanum út af því að það verða heimskari og ég segja við þau að ef þið tekið skjátímaðinn og þetta er kannski fullkomið formúla en þú getur sinnum að skjátímaðinn nokkurn veginn við það hvernig þú verður í framtíðinu og þú getur gert ráð fyrir því að þú verður heimskari heldur en að öllum þess að við tekið upp bók. Og þetta eru bara forsendunar og kannski erum við bara, kannski er það allt í lagi. Neil Ferguson var með frábæran fyrirlestur þar sem hann var að tala hann var reyndar aðalega að fjalla, sérstaklega að fjalla háskólanám. Þar sem hann var að tala það hvernig gervigreindin hefði rænt svona vitsmunalegum burðum til þess að takast á við verkefni þar sem að þau kynni ekki að tala, þau kynni ekki að skrifa, þau kynni ekki að reikna út af því að þau væru búin að yfirfæra allt sem að viðkæmi það að takast á við verkefni háskólanáms yfir að gervigreindina. Og hann sagði, einhverjir krakkar var alltaf að segja, það er svo frábært, núna get ég einhver ritgerð sem hefði tekið mig 12 klukkustundir, tekur mig 2 klukkustundir og hann sagði bara, þetta er hræðilegt. Þetta er hræðilegt ekki því að manneskjan er ekki sína fram á hún getur tekist á verkefni, heldur hún að ræna sig því þeirri reynslu að takast á við leiðigjarnt og langtíma verkefni sem að tekur mikinn tíma til þess að skapa og þú verður óhjákvæmilega heimskana. Hann sagði bara meiri skaði hefur átt sér stað innan háskólakerfisins á 2,5 ári heldur en hefur gerst síðastliðna 4 áratugi. Já, þetta bara, það er bara umbuninir í beinu samhengi við það sem hún leggur á þig. Þú færð ekki, þú getur ekki stokkið milli A og D án þess að fara á B og C. Þú verður, ef þú leggur ekkert á þig, þetta er bara ég oft sagt, tekið sér líka, ef þú ert að vinna að hörku vinnu og endanum græður 1 milljón, þú veist ánægð með þessa milljón, að þú færð 1 milljón í happdrættisvinning, jú, gott að fá hana, en það er ekki sama tilfinning þarna baki. Og þetta það sem hún nefnir með foreldrarna, börnin verið heimskari með það að vera í spjaldtölum og símum. Ég var náttúrulega út á tenni núna og sá bara endalaust við matarborðið, þá var bara börnin í símanum. Mér finnst það samt að minnka. Ég fór þarna fyrir 2 árum, þá sá ég mjög marga með þeim og svo fór ég aftur og þá sá ég engan með það. Það var fullt núna Ég var núna svo jákvæð að gagnast þessu. En það sem ég hef ekki samanburðin svona milli ára eins og þú, kannski var bara minna núna heldur en árið þar á undan, en það sem í þessu hugsaði samt að reka spjaldtölvu framan í barna meðan það er að bíða til matnum. Já, ég held það er galið. Já, ég held raunverulega að fólk þurfi bara það þarf bara að taka eitthvað saman svona upplýsingar svolítið eins og þau voru með reykingarnar og það að ef þú lætur barni vera í klukkutími spjaldtölvu á þessum aldri þá myndu mögulega minnka ævitökurnar 30 milljónir eða 200 milljónir að setja þetta beint í efnahagslegt samhengi. Það sem þú ert að gera
Meina, mæður reykja sjaldan á meðgöngunni, út af hverju? Af því það er skaða barnið. Við reykjum ekki í herbergi þar sem að börn eru í óbeinu reykjum. Hvers vegna ekki? Það er búið að sýna fram að það skadar barnið. Stjórnvöld hafa ekkert gert í því að búa til svona einhver svona stutt raunveruleg fræðslumiðbönd. Það sem gerist í heilanum okkur, bara við það sem að Ferguson að tala Þú ert að glíma á eitthvað verkefni, klukkustundunum saman. Þá eru taugatengingar í heilanum sem myndast og eflast. Það verða sterkari og tilbúnur að takast á við næsta erfiða verkefni. Ef þú reynir aldrei neitt á þetta, þá ertu bara svo lauf í vindi. Þú feikist bara til, þú kemur verkefni, þú óttast það, þú getur ekki tekist á við það, þú forðast það. Þá farið styrkingu á það að þú forðist. Og þess sem því það líður betur í örstuða stund, en þú munt aldrei geta tekist á við, eða sjaldan tekist á við erfið verkefni. Þetta er svona vítarhingur sem myndast. Ég held, og ég veit það bara, að þessi rafræni heimur, ekki spjaldtölur og síma, það er svo mikill flótti fólkin í þessu, forðun frá lífinu, frá því að takast á við það að bara segja, heyrðu, mig langar ekki upp á herbyggi núna vil ég gera þetta. Þá ertu bara í símanum og svo bara þið skipa til og frá, ef þú neitar, svo er síminn tekinn að þér, þú finnur ónotatilfinningu, þú ert óttaslegin, þú veist ekki hvað átt að þér að gera. Þetta er risamál. Símarnir og þessi athygli sem þeir eru að taka og skemma, þeir eru að skemma vitsmuni okkar að mörguleyti, og þetta tengist beint inn í skólastarfið og líðan og geðheilbrigði og allt þetta. Og svo þurfa foreldrar bara að vita það, ef þeir lesa fyrir börnin sín, frá því þeir bara 2 vikna, fyrstu 3 árin, þá eru þeir að auka líkur á lífsgæðum, ég held 300-400%. Þú er ekki alveg að fulla þessa tölu, hún er gríðarlega há. Ef þú taka síman af börnunum á þessum tíma, þá er það bara eitthvað annað slíkt. Þannig að þú getur aukið líkur á lífsgæðum og hamingju hjá barninu bara með þessum aðgerðum, en þá þarftu líka hætta sjálfur að vera í símanum. Þú þarft að spila við barninu, þú þarft að fara í göngutúr, þú þarft að benda því hér, þarna er ösp. Það er tré sem vext mjög hratt, það er svona, það er lauftré. Svo er þetta er barrtré, þarna er lerki sem er barrtré, það fellir barrin, eina barrtré sem gerir það. Þú ert komið svona mynd af heiminum og umhverfinu sem krakki, svo heyrir þú eitthvað tala, já ég fekk með jólatré á ferðarpæli, var það ösp? Nei, það var jólatré. Og þetta býr til ákveðna lífsánægju að vita eitthvað meira heldur en það sem er í vasanum hjá þér sem eitthvað TikTok-vídeó sýndi hvernig þú bútið bollaköku. Þetta verður fólk bara að skilja að til þess að geta tekið þátt í umræðum í samfélaginu þá þarft að vita alls konar hluti. Annars læstu bara ráða skoðanina því hvort að Kristún segist vera með sleggju eða ekki. Þú veist, svona er þetta bara. Og ríkisstjórnin núna, svo ég fara aftur með það, þeir eru með svona einföld skilaboð og með þetta svona lítilsvirðing við þegnan í landinu, þau eru svona hamrandi á svona einföldu skilaboð að því fólk orðið svo þreytt að nennir ekki að lesa texta sem er lengur en ein lína. Ertu að tala hérna plaggötin þar sem að stóð frelsi og peningar og skemmtun eins og sjálfærni voru með fyrir þar síðustu kosningar? Manstu ekki eftir þessu? Nei, það var bara mynd af þeim og það stóð bara frelsi. Já. Og þannig að þið alveg segum þetta. Svona slagorð og svona. Já, þetta var bara della. Þú veist, er ekki bara best að kjósa sjálfana? Kastaði sjálfurinn myndið vagnin hana. Ætli ég hef ekki kastað bara öllu myndið vagnin? Jú, en líka svo höldum okkur aðeins og svo getum við fara aftur í pólitíkinu. En foreldrar eru náttúrulega algjörlega ómöguleg tegund, Og það eru foreldrar sem eru náttúrulega, hann Brynjar vinur minn, körfuboltaþjálfari, hann náttúrulega segir þetta, að foreldrarnir eru aðal vandamálið. Og þegar maður tala við foreldra í dag og þú veist, maður er að tala um spjaldtölvurnar og annað og þeir segja, veistu hvað þetta er erfitt, þið fara bara til vina sinna, þannig að ég verði að gefa hann svona, bara, heyrðu, statt þú allavega í lappirnar, skilurðu, talaðu þá við foreldrarna, segðu þeim bara, heyrðu, ég vil ekki að krakki minn verði heilalaus þegar hann verður aðeins eldri, þannig ég vil ekki hafa hann í spjaldtölvum allan daginn. Takið Wi-Fi-ið af, sérstaklega á kvöldin. Takið það bara af, það var fullt af foreldrum, þetta var gert við mig og maður var alveg óður, ég var í miðjum leik maður, þú skilur ekki online leiki út af því að nú er ég að tapa öllum fyrir hinum vinum mínum. Neiðu, stattu bara í lappirnar, segðu þú ert foreldri og því bara fylgir ábyrgð og þetta er
undirliggjandi rót þess vandamáls að mínum mati náttúrulega ákveðið hugafar. Ég var líka að lesa hérna grein núna í morgun sem var á vef SIBS held ég, þar sem að einhver master í hérna jákvæð eða svona einhver sálfræði eitthvað dót, flott hjá honum, en ég minna hann var að segja hérna, já, rannsóknir sýna það að hérna það rosalega skaðlegt ef að fólk að tala það að það eigi að vera einhvers konar svona jákvæðni í þínu hugafari og þú að reyna að finna þér aðstæður þar sem þú þarf að takast á við verkefni, út af því að þegar að sumir heyra það sem að kannski ekki alveg tilbúnir til þess að takast á við verkefni, þá verða þeir svo leiðir og ég bara, guð minn góður, já. Hvað það að segja? Hvers konar tortíming á samfélagi það að við ætlum að fara að beina fólki í það að sko ekki bara ekki að takast á við vandamál, heldur að tala ekki það að takast á við verkefni lífsins út af því að það gæti mögulega einhver hérna Bubbi sem einhver sófakartefla fundist að vera leiðilegt út af því að hann getur ekki rifið sig í gang. Já. Hvers konar hugafar þetta? En það þú veist, í þessu hef ég nú oft bent á það að auðvitað eru foreldrar svona megin fórsund og breyta þess hvernig börnin eru, það bara þannig og þau bara náttúrulega eru bara helmingur erfðamengis mömmu og pappa en þau sem það sem ég hef oft bent á að skólarnir geta skipt svo miklu máli í þessu sem jöfnunartæki, það eru fullt af börnum sem alast bara upp við foreldrar sem hafa nægan tíma og að pæla í þessu og leggja sig fram og svo alveg ótrúlega margir foreldrar sem munu aldrei ná þessu. Eigum við þó bara að segja ok, það bara sokking kostnaður. Það var lægsti samnefnari. Þá segi ég nei, skólarnir eiga til dæmis bara að taka þetta út úr skólanum. Það búið að banna, þú veist, snjallsíma held ég meira og minna öllum Evrópulöndum og svo segi ég þetta, þá kemur ykkur, nei, það ekki búið að banna það úr Slóveníu, hann að segja ósatt. Það búið að banna það meira og minna allt. Og spjaldtölur eru líka dett út, af því þetta bara, sko vitundin ekki á réttum staðvarandi lærdum þú ert með þessi tæki yfir fram að. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Skólarnir eru að sína frumkvæði í þessu og við eigum að hjálpa foreldrunum í þessu og vera með grjóthörð á því að segja bara, sko, alveg svo það ekki óbeinir reykingar, þá bara ekkert skjátími á þessum tíma og koma þeirri menningu inn í samfélag. Við erum mjög óagað samfélag. Það engin her hérna. Fólk þarf ekki að lúta neinum reglum. Þetta bara my way or the highway. Við erum mjög mikið í því. Ég veit betur heldur en allir aðrir. Ég ekkert, þú veist, ég örugglega sama stað hinni, sko. En þetta bara skiptir svo miklu máli að við sem erum kosin til einhverja verka og ég var ráðinn skólastjóri og kennari, þá hamraði ég bara á þessu. Þetta var, og það gekk. Foreldrarnir þökkuðu mig fyrir því þeir voru ekki allir burðugur til þess og sérstaklega þeir foreldrar sem höfðu minnstu burðina og þá hjálp maður að lyfta þeim mest upp sem áttu sko mest undir högg að sækja og voru kannski í lægstu samnefnarnir. Þá ég ekki að nota þá sem einhvers konar að lækka alla hina, heldur lyfta þeim og þetta þurfum við að gera og við þurfum bara að horfast í augu við það, okkur við mistekist hrapalega og það sem þú nefndir áðan sem var svo hárrétt, við gerum ekkert í ár, gerum ekkert næsta ár og þriðja árið, þá sökum við dýpra og þá verður ennþá erfiðara að krafla sig upp þessa brekku sem þegar orðin sko fljúandi hál og það mikill mótvindur. Þannig að ábyrgð stjórnvalda, við getum ekki borið ábyrgð öllu, við erum ekkert að gera til að laga þetta, bara ekki neitt. Gerum allavega eitthvað til að hjálpa foreldrum. Og ég ekki taka ábyrgðina af foreldrum, þeir bera endalega ábyrgð, þeir foreldrar sem hlusta skulu bara hunskast til þess að pæla í því að þau eru að gera börnunum sínum óleik, þau eru að ræna þau þroska, þau eru að ræna þau vitsmunum með því að sinna þeim ekki í lestri, sinna þeim ekki í bara félagslegum athöfnum, tala ekki við þau, ræði ekki fréttir daglegs lífs við þau, ræði ekki hvernig samskipti að vera, að litla prinsessan geti ekki bara valtað yfir allt og öll og öskrað bara sitt fram. Það þolir ekki þannig barn. Hvernig börn fá mesta og besta athygli? Það eru börn sem kunna sig, börn sem geta deilt hlutunum. Það eru börn sem þau fá tækifæri. Heyrðu, ég vil fá svona þinn aftur í heimsókn vegna þess að þetta ofboðslega þægilegt og gott barn og barnið mitt mögulega lærir eitthvað af því.
þetta bara forskot sem að verður til að því foreldrarnir þeir skilja það ef að barnið þetta er félagslega sterkt þá mun önnur börn sækja í það mun kunna takast á við ágreining það mun fara ekki inn í lífið án þess að bakka út úr öllu sem heita erfiðleikar og þetta heitir þrautseigja er hverfandi núna það er bara, þú veist, kemur upp á og þá bara hverfi inn í rafræna heiminn minn og þetta skiptir svo miklu máli að við sem samfélag tökum höndum þetta og ég segi líka, þetta á ekki vera pólitískt en því miður hefur þetta bara orðið pólitískt vegna þess að það eru sterk öflinar kennarar samfélagsins sem að hafa hagsmuni að gæta í þessu að tæknin sé áfram að velta inn í þetta. Það eru sterk öfl sem tala að það er ekki að kenna, þú veist, lestur og skrift og starffræði. Það er eitthvað annað sem á að vera að kenna í skólanum. Það eru sterk öfl sem vil ekki mæla neitt og þau eru búin að fjárfesta í eigin fagumennsku í þessari orðræðu og get ekki bakkað. Svo spyr ég líka, sem er mjög áleitin spurning. Háskólar hafa í raun algjört sjálfstæði. Þeir eru armslengd frá ráðherra. Þeir hafa sjálfstæði og frelsi. Þá spyr ég á móti, hver er ábyrgð háskólana á þessum málum? Hver er ábyrgð háskólan sem mennta kennara á því eins og staðan er núna? Ég veit nokkra sem fóru í kennaramenntun og þeir sögðu bara, ég gati þetta ekki. Þú veist, það að vera að kenna hérna hvítir kallmenn væru vondir og að allir sem ættu peninga séu slæmar manneskjur og við ætlum alltaf... mig að... Nei, og örugglega út af þér, allir þú sést ekki ástæðan fyrir því að tala svona. En það skilur að við séum alltaf að fara einhvern veginn að móta okkur að lægsta samnefnar át af því að það er svo auðvelt að fá alla til að rísa. Ekkert kennt elju, ekkert kennt hugrekki, ekkert kennt dugnað, ekkert kennt þrautseigju. Og þetta eru bara hugtök sem einhvern veginn horfin, ekki bara úr hérna menntakerfinu. Og þekking. Og þekking, en ég meina sko, ok. Árangur. En líka út af því að við erum að reyna að tala þetta út frá svona praktískum forsendum. Sko, mér myndi finnast allt í lagi. Bara allar að fara að kenna barninu mínu einhverjar hugmyndir sem mér finnst vera dellu hugmyndir. Það svo sem allt í lagi, hann getur aflært það eins og margt annað. En aftur á móti, ef þú skilar honum ekki að þér, skrifandi, lesandi og reiknandi, að þá áttu ekki að vera að huga að neinu öðru fyrir en það er komið. Eftir það getur þú farið að kenna honum það hvað vestræn gildi séu slæm og hvítir kallar séu uppspretta allsíls. Kendu það eftir það. En ekki skila honum bæði að þér, ekki lesandi, skrifandi og reiknandi og með einhverja dellu hugmyndir samfélagið. Nei. En þetta er, sko, en þá spyr ég þið aftur, þannig að ég sé komin í hlutverk spyrilsins, hver er ábyrgð háskólans? Hvernig á að láta háskólan bera ábyrgð á þessu? Því að ég hef ekki heyrt múk frá háskólanum. Þeir eru ekki með lausnin á þessu sem, eins og staðin er núna. Hvorki, sko, það eru 2 kennaradeildir, að Háskólanum Akureyri og Háskólanum HÍ. Og þetta, þú veist, ráðherra getur ekki snert á háskólanum af því að þeir eru í armslengd sem ég skila á ákveðnu leyti. En ef ég var í armslengd frá einhverjum, þá myndi ég sko vilja láta mæla mig og bera, heyrðu, þessi deild hér gengur ekki nógu vel. Það er eitthvað við þurfum að breyta, en ekki bara sökka dýpra ofan í einhvers konar kennslufræði sem að skilar engu, er bara svona svamlandi einhvers staðar miðju hafi og veit ekkert hvert þeir eru að synda. Ferskur fiskur er fastur liður í matarvenjum Íslendinga og þegar veitingamenn bjóða upp á fiska þá þýðir ekkert að bjóða upp á annað en hið ferskasta og hið besta. Fiskhúsi.is býður upp á ferskasta fiskinn, framúrskarandi úrval og að sjálfsögðu afburða þjónustu. Hvort sem það er fyrir veitingahúsið, hótelið, mötuneyð eða hvað annað, sama hvar þú ert á landinu, þá ferðu inn á fiskhúsið.is og heyrir í strákunum. Nei, að einhverju leyti sko, hérna, ég er ekki endilega með svarið hver er ábyrgð háskólans, en ég aftur á móti, sko, svo við tökum þetta kannski aðeins lengra út fyrir það svið, þá tel ég að sko óháð því hver ábyrgð þeirra verður eða verður ekki, að þá held ég að þetta sé sko, og þetta er ákveðin bjartsýnistón og reyndar líka varnarorð til þeirra sem eru að sinna þessu akkurat í dag og því ég veit alveg að það eru fullt af kennurum sem eru sammála okkur. Já. Og ég ætla ekki að fara að segja að meiri hluti kennara er sammála okkur, en meiri hluti kennara eru samt sammála það að eitthvað þurfa að breytast til þess að svona sveigja okkur af þessari leið og á leið upp á við. Það er ekki hægt að segja lengur bara að PISA-kannanir séu della. Það er ekki hægt að segja lengur að OECD-skýrslunar séu bara eitthvað sem maður þurfa að grafa út af því að geti mögulega haft þau áhrif að einhver verið leiður sem er á sófanum allan daginn. En hérna, ég held aftur á móti að þetta sé komið í ákveðin svona sjálfslæknandi fasa þar sem að ég held að það verður meiri eftirspurn eftir einkaframtaki innan skólana.
og við erum komin á þann stað og ég er ekki endilega að tala að það sé endilega jákvætt þá kannski skila bara bestu nemendur sér þar inn og þar alveg verða sérþarfir innan opinbera geirans og þá ertu komið með einhver svona sérskóla sem munu þá vera bestu kennararnir sem munu sinna bestu nemendunum og þá ertu komið með ennþá stærri gjá varðar öll svona lífsgæði og sérstaklega efnahagsleg lífsgæði. Akkurat. En það mun gerast mjög fljótt ef að það verður ekki bætt úr þessu og sérstaklega ef að börnum verður ekki kennt að lesa, skrifa og reikna og ég held að verði komin, þú veist, það mun spretta upp það bara einkaskólar sem að hafa það markmiði bara að segja, heyrðu, við ætlum að kenna barnaníðinu, við skulum kenna þeim samkennd og samúð og öll þessu hugtök en við ætlum að leggja áherslu á það að þau kunna reikna, skrifa og lesa og síðan kenna þeim hitt út af því að ellegar skilja þeir ekki eins og textan. Og ég held að verði rosalega mikil eftirspurn eftir slíku einkaframtæki og þetta munir spretta upp eins og gorkúlur ef að framfer sem horfir að við séum ekki að vera að bæta úr skák. Þannig að einhverju leiti þá erum við komin í sjálfslæknandi fasa og þetta mun fylgja allri þeirri þróun sem hefur til þess að gerast í umræðum útlendingamál, hefur að gera í sambandi við allt svona wokið, allur réttrúnaðar, finnst öllum þetta bara að vera della og það er bara hlegið að þessu jafnvel í vinstri sinnuðustu svona félagslegu hringjónum. Þannig að einhverju leiti þetta komið í svona sjálfslæknandi fasa en ég geti til að trúa því að hann verði sársaukafullur sérstaklega fyrir þá sem að ráða í dag út af því að þetta er sjálfskapavíti sem hefur líka verið skapað. Þetta er skapað að menntaelitinu í dag sem ég heldur endar að sé minnihluti sem að hefur ekki endilega þann svona dellu orð, forsvarskraft að þeir eru ekki endilega með það að þeir eigi svona umboð frá öðrum sem eru skólamenn sem að vilja láta breyta þessu. Ég held að þeir sem að tala mest fyrir þessu séu ekki endilega með svona skýrt umboð til þess. Nei, þetta er hálfrekt hjá þér. Og þar alveg til dæmis með eins og þú veist þegar viðskiptar og kemur og segir heyrðu þetta er bara orðin della. Þetta ætti að vera, þú veist, þetta hringir bjöllum bara shit, hvað þurfum við að gera? Ekki bara að fara í það heyrðu hvernig kæfum við alla umræðu þetta. Nei. En það sem að ég svona óttast þetta verulega með sjálfslækninguna að vissulega er verið að búa til ótal tækifæri fyrir einkaskóla miðað við þá stöðu sem er í gangi í dag. Það er bara verið að öskra á það, gerið þið þannig skóla. Þú veist, þetta gengur ekki og þá er bara tækifæri til umbóta. En ég sé þá ekki hvernig þó að þau verið settir ykkur í 5-6 einkaskólar á stór Reykjavíkursvæðinu ég sé ekki alveg hvernig megnið af nemendum mun græða á því. Jú, það er út af því svo ég vitni aftur í Neil Ferguson fyrirlesturinn sem fannst alveg frábær og það sem að hann sagði sem að mér fannst lang áhugaverðast var að áhrif þess hvernig til dæmis þetta er University of Austin sem hann er trustee, hann er einn af stjórnendum og fjármagnaði hann líka að hluta til. Hann kom með ótrúlega góðan punkt að núna þegar Harvard gengur verr og Columbia gengur verr, Stanford gengur verr og svo líka London School of Economics gengur verr. Öllum þessum skólum er farið að verða svona meira þess að það vera að tala það að Kínverjar séu frekar að leita til Singapore eða til Kína jafnvel til þess að sækja bestu menntununa sem var einu sinni til Bandaríkjanna. Og hann sagði, sem mér fannst ótrúlega áhugavert, að hann talaði the cloister sem væri bara svona algjörlega tækjalaus tími og í rauninni líka fysiskt umhverfi. Það sem þú væri bara að skrifa og væri að reikna og væri að eiga rökræður og væri að lesa. Akkurat. Og hann sagði bara það bara verður bannað að vera með einhvers konar tæki þann inni. Þú þarf bara að takast á við vandamálin með þína vitsmunalegu burði til þess að takast á við þau vandamál. Og hann sagði, sem ég varst langbesti punkturinn, hvað ætla skólarnir að segja sem eru hinir skólarnir að segja ef að University of Austin kemur bara með bestu nemenduna? Geta þeir horft á það og hugsa það er ekkert sem að við getum lært af þessu? Ég held að ef að þetta kæmi upp sú staða einhverjum öðrum skólum sé að vegna miklu betur og þá geta þær ekki hunsað og reyndar, ég ætla að hrósa þér líka fyrir eitt út af því að ég var að tala við 15 ára strák sem að var sem sagt í Melaskóla þegar að þú varst þar skólastjóri fyrir og eftir, það er að segja áður en að þú komst og hann sagði við mig að bara allt hafi verið miklu betra strax og þú komst, hlutinin hafi verið frekar slæmir áður en að þú komst og svo þegar þú fórst að þá slaknaði þetta aftur.
og ég vissi reyndar ekki að einn nemandi geti fundið svona mikið fyrir skólastjóra. Ég held að hann hafi heitið Björn þegar ég var hann í meðlaskóla, en ég einhvern veginn, mér fannst ekkert vera svona áþreifanlegt hvernig hans aðkoma að hlutunum hafi verið eitthvað jákvæð, en kannski var það bara þannig, kannski var hann að halda þannig á hlutunum að ég fyndi fyrir því gegnum kennarana, en hann sagði allavega þetta um þig, að þú hafi haft bara þau áhrif að allt skólastarf varð betra, öllum leið betur, einelti var minna, ofbeldi var minna, kennararnir þurftu minna að takast á við ágreiningu, nemendur og fleira þar frá göttunum. Og hann sagði bara, það var bara út af þér. Ég sel það ekki dýrar en ég keypti það, ég veit ekkert um það. En svo ég klára hana punkt, þá held ég að sko, ef að þetta mun gerast, að það muni ákveðnum skólum muni vegna miklu betur, að þá mun það valda því, sérstaklega ef að verður meiri þrýstingur á það að fá tölunar, að aðrir skóla get ekki hunsað, eins og með University of Austin. Þú veist, hvað ætlar Harvard að gera? Ætlar það að segja, nei, við þurfum ekki að breyta neinu, út af því að við erum að gera þetta svo frábærlega, þrátt fyrir það að töluna fara niður. Góður punktur, þá langar maður að benda á það að hér eru svo gott sem enga mælingar opinberar og ekki geta bera neitt saman, þannig að þú veist ekkert hvernig skólanum gengur, og svo það hitt sem að þú gleymir, kæri vinur, að við erum með dæmi hér og nú þegar á landinu í skólum sem gengur töluvert betur, og hafa menn eitthvað hlustað á það hefur verið þaggað niður og ekkert rætt um það hefur verið talað um kveikjum neistan. Þannig að við hefum bara, það eru gríðarlega sterk öfl sem hafa engan áhuga á því að þetta komi fram í dagsljósið, og það ekki fyrir þau öfl og mælingar séu komnar og foreldrar hafa áhuga á því að börnunum þeirra gangi vel, og við skiljum það að árangur í grunnskólanum grundvöllur þess þeirra lífsgæða sem áttu í framtíðinni. Þegar þetta komið, þá skal ég kaupa Ferguson-rökin. Að meðan þá kaupi ég þau ekki, og við getum ekki að því mér þó að mér hafi gengið vel stundum í viðskiptum, þá mér mjög umhugað þessi börn sem standa sérstaklega höllustu fæti sem erfa það í milli kynslóða að vera einhvern veginn, því að það ég hef séð kraftinn sem losnar úr læðingi þegar þessi krakkar skilja það að þeir eigi sömu tæki fyrir aðrir. Ég veit ekki hljóma eins og eitthvað svona argasti, ég veit ekki hvað. Það svo Gabor Mate, Peppa. Ok, ég ekki svona velesinn eins og þú. En allavega, ég alveg sammála Ferguson í þessu. Ég get allavega ekki þolað að horfa upp á einhvern annan öðrum gengi miklu betur, og ég var bara ennþá að móka skurð með teskeið, og þeir allir með skóplu bara, mér skal gangast þetta að móka með teskeiðinni minni, ég betri en þeir. Þú veist, ég myndi fara í skópluna og svo fara í skurðgröfuna, en það eru svo gríðarlega sterk öfl, ég búin að segja þetta oft, innan skólasamfélagsins elitu öfl sem þú nefndir áðan, sem hafa eiginlega ekkert umboð en hafa náð gríðarlega sterkum tökum á þessu samfélagi, og það eru ótal kennarar sem eru sammála því sem við erum að segja, námskráin til dæmis handónýtt, það ekki Ég fæ mjög mikið að skilaboðum frá kennurum sem að þora ekki að tala, en þeir aftur á móti hvetja mann áfram í að halda áfram að tala með það. En hugsa þér hver í staðan, þeir þora ekki að tala, í hvernig samfélagi búið í menntamálum. Þetta hljómar eins og þetta sé, ég ætla ekki að segja orðið sem byrjar á F-A, þannig að þú veist, þetta er bara, og þetta er raunveruleg staða, Þórarinn, þetta er raunveruleg staða. Það eru sterk öfl sem bara þola það ekki að hulun sér svifta, og það er bara sagt, heyrðu, nú þú búin að halda þessu fram í 15 ár. Hvað ætlar að segja núna? Ævistarfið þetta undir. Og ég menn þá að segja, ég hafði rangt fyrir 15 ár, ég er búin að berjast í ruglinu bara í 15 ár, og nei, fólk segir það ekki. Það er bara að reyna að drepa málunum og dreif á kostnað íslenskra barna. Já, ég er bara hjartanlega sammála þessu, þetta er eins og þegar Kristoffer Hitchens talaði valda, þá væri valdið, hvað var að segja, getulaust án þess að aðrir tækju þátt sem að væru svona useful idiots eins og það hét í Sovétríkjunum. En ég er sammála, samt þú og Hermundur gerir þeim mistök, ég reyndar, ég er svolítið að fara að tala gegn því prinsippi sem ég var að tala um áðan, sem ég tel samt að sé rétt, að það þarf að grípa í taumana núna strax. En þú og Hermundur eiga það sameiginlegt að þeir eru svolítið óþolinmóðir. Ég held að þetta sé komið í þann farveg að þetta mun óhjákvæmilega breytast. Og ég er sammálaður í því samt að það er eitthvað skonar rannsóknarefni hversu mikið menntaeyfirvöld hafa getað hunsað kveikjum neistan. Það hefur verið fjallað um þetta, ég held reyndar hjá RÚV líka og einhvers staðar annars staðar. En það er einhver, ég veit ekki, það er einhvers konar akkeri sem er erfitt að finna, og
ég held að sko við þurfum að gera okkur grein fyrir því að þetta akkeri sé eitthvað sem að við eigum ekkert að vera að reyna að finna. Þú veist, það er alltaf verið að tala um það að við þurfum að finna hver er sökudólgurinn, við þurfum að finna hvað þetta er. Við þurfum bara að höggva hana hnút og gera okkur grein fyrir því að við erum með kerfi sem er byggt aðalega á finnska kerfinu. Og þá kemur hérna Guðmundur og segir nei, á mitt kerfi byggir, nei, þitt kerfi byggir ekki á finnska kerfinu. En aftur á móti gerir Kveikjum neyslan það í svona langstærstum hluta. Og það er Hermundur þegar hann var meðal annars að búa þetta til, að þá var hann líka að sko hérna hafa samband við Sisimiali og aðra sem að hafa komið að því að móta finnska kerfið eins og það er í dag. Og finnska kerfið fyrir þá sem ekki þekkja er það sem þetta menntakerfi sem hefur svona hvaða staðið sér best. Og við getum bara yfirfært þetta nokkurn veginn yfir á Ísland og við erum búinir að vera að gera þetta. Og þegar við hérna höfum verið að yfirfara þetta yfir hérna á þá skóla, að þá verður þeim öllum vegna betur. Og ég held samt, sko, ég skal vera sammálaður um það að tregðan hefur nánast verið ótrúleg, en ég held samt sem áður sérstaklega út af því hversu hratt þetta er að gerast núna, hversu miklu verð öllum gengur, að þá verður ekkert hægt að hunsa þetta, sko, að lokum, þó svo að ég skilji alveg og ég er jafn óþolinmóður á þig. En ég er búin að vera, þú veist, síðan, sko, 10 ára allavega, síðan 2015 skrifaði fyrstu skólastjóraræðina mína um þessi málöll. Og það er, þú veist, maður hefur mætt algjöru tómlæti, algjöru logni, það er ekki, þú veist, það er ekki eins og menn mæti mér, sko. Það er ekkert talað, sko, það er bara 0. Þannig að, þú veist, það er það sem mér þykir kannski leiðilegast og verst. Men þú er ekki eins og tala um þetta við mig. Þannig að það er pirrandi og þess vegna ég er alltaf að hrósa þessu fólki sem ég mæti í podcast til og hrósa þér fyrir að tala um þetta og þú veist, ég vil líka þú sért eins harður við mig og leggur í að vera, sko. Og svo er það bara, það er bara á endanum þetta og ég voru fólk hugsa um það að ef við erum að tapa á endanum í minkandi framleiðni 250-500 milljörðum, þá munur lífsgæði bara landinu bara hörna virkilega hratt og vel, sko. Og lífsgæði barnanna okkar líka. Þetta er raunveruleiki og þau skora núna bara á aðra miðla, stóru miðla, þeim sem RÚV, út af hverju fjallar ekki um þetta. Út af hverju er fjallandi um einhver titlingaskeitt hægri vinstri sem að, þú veist, er einhvern veginn. Kynnið ykkur þetta, ég vil segja, drullist þið til að kynna ykkur þetta og fjallið um þetta. Og fjallið um þetta þannig að þið takið þá fólk, fjallið um þetta og talið við ráðherra. Hann svari fyrir þetta. Hann var nú kosinn hérna meirihluta þjóðarinnar og hérna Hefur hann mætt í eitt viðtal? Nei, hann mættir ekki í nein viðtal. Ég þarf að senda á hann hlýtur að mæta. Já, það væri þá, ég vil þá, hérna var alveg til í að, ég myndi vilja mæta hverjum sem er, ég bara segja það hér, hver sem er og opnum fundi, hver sem er, og ég helst að bara alla ráðherrana, ég get verið einn á móti þeim öllu, þeir ræðum þessi menntamál, ég bara skora á þau öll að mæta mér. Já, þar hafið það. Jón Pétur Þakka aðeinslega fyrir að koma. Já, takk fyrir að bjóða mér. Þetta var mjög skemmtilegt og við gerum þetta nú eflaust einhvern tímann aftur. Já, takk. Þangað til næst. Já, bye bye.